Það ástand víða land vegna loðnunar sem finnst ekki. Ástand í Vestmannaeyjum, ástand á Hornafirði, ástand í Fjarðabyggð, Vopnafirði, Þórshöfn og svona mætti kannski áfram telja. Hún sest hérna hjá mér, Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Við ætlum að tala afleiðingar af því að loðnan finnst ekki. Við ætlum að tala Herjólf og ófarir þess skips úti í Pólandi og kannski aðeins mjaldrana og pólitíkina í Eyjum kannski lokin. En byrjum á þessum alvarlegu tíðindum af blessaðri loðnunni sem hefur bjargað þjóðarbúinu árum saman og áratugum saman. Getið þið metið áfalli í Eyjum í peningum talið? Já, við erum búin að fara svona aðeins í gegnum þetta. Við vitum náttúrulega bæði vertíðin 2017 og vertíðin 2018. Hún gaf í kringum 18 milljarða í heildartekjur fyrir þjóðarbúið og það sem 1/3 loðnukvótans í Eyjum, að þá má svona gróflega reikna með að það sé í kringum 6 milljarðar sem áfalli fyrir samfélagið í Vestmannaeyjum. Og þetta skellur? Þetta skellur. Þetta mikill skellur. Sko, tökum bara bæjarfélagið sjálft fyrst. Hvað verður það að miklum tekjum? Við erum að tala hafnargjöld og fleiri afleiðingar. Já, við erum að tala sko, það sem við erum búin að láta reikna út fyrir okkur eru þetta beina tekjutap sem þá gagnvart útsvarinu, sem þá bæjarsjóður og svo gagnvart hafnarsjóði og þetta voru rúmlega 140 milljónir hjá okkur. Sem í prósentum talið? Sem í prósentum talið, hérna það 4,2% af útsvarstekjunum miðað við vertíðin sem var í fyrra og 8,3% af tekjum hafnarsjóðs. Þetta tekur í. Já. Hvernig bregðist þið við þessu? Var til plan B? Sko málið það, við erum sjávarútvegssveitarfélag og uppsjávarsveitarfélag og það hefur svo góða vinnuregla hefur skapast í Vestmannaeyjum í gegnum árin að tekjuþátturinn varlega áætlaður. Áfallið gríðarlega mikið og það breytir því ekki, en tekjurnar hafa verið mjög varlegar áætlaðar, þannig það okkar mat allavega á svo stöddu að taka ekki upp tekjuþátt fjárhagsáætlunar. Við vonumst til þess að geta komist í gegnum þetta. Við erum með ákveðið svigrúm, við erum með áætlum tekjur sveitarfélagsins í fjárhagsáætlun fyrir 2019, við áætlum það lægri heldur en rauntekjur 2018, þannig við höfum ákveðið svigrúm. En þetta gríðarlegt áfall fyrir sveitarfélagið og þetta eru 620 milljónir í launatekjur fyrir rétt rúmlega 280 heimili í Vestmannaeyjum. Sem leiðir til næstu spurningar, hvernig líðan fólksins vegna þess að þetta kreppa í heimilisbókhaldinu? Þetta það og þegar þú ert með sveitarfélög sem eru sjávarútvegssveitarfélög, að þá það bara þannig, við finnum það bara daginn sem ákveðið að gefa ekki út loðnukvóta, þá finnum við fyrir því í Vestmannaeyjum. Við finnum bara fyrir því allstaðar og þó svo að við séum ekki búin að mæla þessi afleitu störf, en þá þýðir það að þú ferð ekki og gerir upp hjá þér stofuna eða græjar sjónvarpið, að því þú gerðir ráð fyrir uppgripum yfir loðnuvertíðina. Og það finna allir fyrir þessu. Doði? Já, fólk svolítið svona, þú veist, þetta sjokk og við lendum í þessu til dæmis 2017, það var sjómannaverkfall og menn hafa áhyggjur að verða ekki loðnuvertíð og svo allt í einu kemur hún. Ég held við erum bara svona að klára átt okkur á þessu að því loðnan hefur stundum látið sjá sig svolítið seint en núna var náttúrulega farið í gríðarlega mikla leit að loðnu. En þetta 16% fjölskyldna í Vestmannaeyjum sem verða fyrir þessu 620 milljóna króna tekjutapi. Og þetta rosalega mikið. Þegar þú fer niður á kaja, hvað segja elstu sjómenn? Skilja mér þetta? Loðnan hefur löngum verið þannig að það erfitt að átta sig á henni. En sjómennirnir tala það og þeir sem eru í þessum rekstur og búin að vera lengi að við bara vitum ekki nóg. Við vitum ekki nóg loðnuna og þeir hafa nú tekið undir það, meðal annars Þorsteinn sem yfir uppsjávarsviðinu hjá Hafró, hafa tekið undir það að auðvitað þurfum við að fara meiri loðnurannsóknir og ég held að þetta áfall með það að menn gáfu ekki út neitt kvóta núna því þeir gátu ekki mælt nóg, segja okkur það ákveðin breyting í hafinu og menn þurfa bara að rannsaka loðnuna betur, fylgja henni betur eftir og við verðum að fá að vita eitthvað hana að því það svo ofboðslega dýrt að gefa ekki út kvóta ef það hefði svo verið nóg að loðnu vegna þess að menn, óvissan í mælingunum það mikil að menn treysta sér ekki til, menn horfa alltaf á neðri mörkin, aldrei efri mörkin eðlilega og það eðlilegt, en þegar bilið svo breytt að það munar fyrstu 100.000 tonnin í loðnu gera alveg gríðarlega mikið.
En sko náttúran vissulega mjög sveiflukend og kannski aldrei sem nú. Bæjarfélag eins og Vestmannaeyjar sem vel að merkja eitt mesta uppsjávar fiskisveitafélag landsins ásamt Fjarðabyggð, við nefnum líka Vopnafjörð, Þórshöfn, Hornafjörð. Það sko móttækilegt fyrir þessum risasveiflum sem að gerast núna og munu að mati vísindamanna gerast inn í ókomna framtíð? Við sjáum makrílinn, við sjáum núna loðnuna, við sjáum breytingar á svona ferðamynstri jafnvel þorsks og ýsu og ég get nefnt fleiri fiskitegundir sem að veiðast á óvenjulegum svæðum í dag. Sveitarfélagið Vestmannaeyjar tilbúið til að laga sig að þessum breytingum í hafinu? Við náttúrulega þurfum að gera það. Við þurfum að fylgjast vel með og það kannski þess vegna sem við erum að kalla eftir meiri rannsóknum. Að því þú myndist á Hornafjörð sem eru mjög stórir í humri. Jú. Og ég meina, ég held að sé hátt í 80% skerðing á humarkvótum. Þetta gríðarlegt áfall og það líka, sko, við þurfum að eyða meiri peningum í rannsóknum. En við erum að því leytinu til heppin að stóru aðilarnir í Eyjum sem eiga mestar hlutan af kvótanum, Ísfélagið og Vinnslustöðin, eru með blandaðan rekstur. Þau eru bæði með uppsjávarveiðar og bolfisk. Það skiptir miklu. Það skiptir miklu núna, en áfallið enga síður gríðarlega mikið, að því eins og ég talaði áðan, þá þetta 6 milljarða högg fyrir þetta samfélag. Og menn eru alltaf að reyna að undirbúa sig, en eins og þú segir, það í rauninni nóg að þurfa að undirbúa sig undir sveiflu náttúrunnar, þar sem við getum lagað og bætt, sem líka regluverkið í kringum sjávarútveginn. Að ef við getum lagað það eitthvað til að minnka óvissun í rekstrinum, þá skiptir það máli því það alveg nóg að glíma við náttúruna. Hvað áttu við með því? Ég á til dæmis við með því að við tókum það því við vorum með fund aflabresti í loðnu núna í Vestmannaeyjum með öllum hagsmunaaðilum opinn fund á bænum og það til dæmis eins og það að við viljum krefja ríkið aukna peningar í rannsóknir þannig að við vitum meira til þess að geta tekið réttar ákvarðanir úthlutun afla. Loðnan og sjálfsögðanóti af vafans, það eru allir á því. Það ný aflaregla í gangi í loðnu sem kallar á meiri rannsóknir, segja mér fróðari menn. Svo getum við tekið bara svona lítið dæmi eins og með kolefnisgjaldið. Sjávarútvegurinn borgar hátt kolefnisgjald og ég lærði það á þriðjudaginn að þetta eini sjávarútvegurinn í heiminum sem borgar kolefnisgjald. Samt sem áður íslenski fiskiskipaflotinn búinn að ná Parísarmarkmiðunum, markmiði Parísarsáttmálans. En að sjálfsögðu borgar hann samt kolefnisgjald. Af hverju? Gjaldið átt að vera hvati til þess að ná markmiðunum. Þeir eru búnir að ná markmiðunum, flottinn, og sjávarútvegurinn búinn að fara í þessar breytingar. Það verið að rafvæða og það verið að fara í allavegna orku. Við erum nú, tökum Herjólf á eftir, við erum í því líka. Af hverju þá verið að heimta þetta kolefnisgjald af greininni, til dæmis? Það góð spurning. En förum aðeins yfir í Herjólf, fyrst þú minnist á hann. Þessi raunarsaga með annars vegar höfnina og svo nú nýtt skip illu heilli samkvæmt raunveruleikanum. Hvað að gerast? Skipasmíðastöðin Krist SA í Pólandi hótarði jafnvel að afhenda ekki skipið. Þetta búin að vera raunarsaga, teikningarnar frá Noregi virðist ekki passa við það sem Pólverjarnir að gera. Síðan kemur þessi krafa að rafvæða skipið og það komin þriðja útgáfa á sama skipinu á skömmum tíma og mismunurinn á því sem á að borga og þeir vilja fá talin í mörgum milljörðum. Hvað að gerast? Sko málið það alveg á hreinu að það ýmislegt sem hefði mátt betur fara í smíði þessa skips og sögunni eins og þú varst að rekja. Þetta klúður að hálfu Vegagerðarinnar? Sko ég vil ekki taka svo djúpt í árinni vegna þess að það ýmislegt sem hefði mátt betur fara. Ég held ég haldi mig bara við það orðalega. En málið að staðan eins og hún núna og þú vitnar í það búið að ganga mikið á í fréttum varðandi það að þeir ætla ekki að sleppa skipinu og þetta sé svona komin upp krafa upp á 1100 milljónir sem náttúrulega gríðarleg fjárhæð. En Vegagerðin hefur haldið okkur mjög upplýstum stöðuna og þær upplýsingar sem við fáum að það samningur í gangi sem skipasmíðastöðin skrifað undir og það búið að skrifa samninga öll aukaverk, meðal annars þessar breytingar sem var nú fjallað í vikunni að hefðu komið eftir og væru inn í þessum pakka, þær eru það ekki.
samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni þá voru skrifað sérstakir samningar í kringum þessu aukaverk sem eru og það það tilboð sem á borðinu núna frá Vegagerðinni. Vegagerðin búin að greiða 85% af verði ferjunnar, það stendur 15% eftir og greiðslur vegnar samdra aukaverka sem eru undirskrifaðar. En það sem að þeir eru að fara fram á skipasmíðastöðin að fara fram á fyrir utan þessi umsömdu verk og svo það auðvitað dagsektin sem Vegagerðin með. Og það þessi hluti, þessi krafa sem skipasmíðastöðin með og þessar dagsektir sem Vegagerðin búin að ræða að setja í þennan svokallaða gerðardóm. En það sem blasir við mér sem fréttamanni að þarna takast á stálinn stinn. Vegagerðin hótar dönsku lögfræðingum og hendur skipasmíðastöðinni og þeir hóta sömuleiðis að afhenda ekki skipið. Það verður að höggva hana hnút. Það eru viðræður í gangi. Já. Það bara verið að lögfræðingarnir að ræða saman og það náttúrulega ekkert skrítið að þegar þú færð 1100 milljóna króna kröfu að þú mætir bara kannski með lögfræðing. Þetta fyrir utan reikningin sem búið að segja að það ætti að borga. Þannig ég skil alveg og ég bara vill að Vegagerðin og bara gef þeim þetta svigrúm. Ég veit að þeir munu vinna hratt og vel í því að fá þetta skip heim að því við náttúrulega bíðum eftir því að fá þetta skip. Þetta mikil samgöngubót í landið, sko. Það það. Og ekki farið að slá svo litið í kampavínsflöskuna? Ég ætla að vona að þeir hafi ekki verið búin að kaupa hana. En hvenær fáum við skipið? Við erum ekki búin að fá svar við því. Nei. Við erum að taka við, Vestmannaeyjabær stofnaði opinbert hlutafélag núna í vor og það að taka við rekstri Herjólfs núna á laugardaginn. Akkurat. 30. mars og það allavega byrjar með gamla skipið og við höfum bara ekki fengið dagsetningu en ég náttúrulega bara alltaf að vona að þetta styttist. Skipið að verða tilbúið, það bara rétt verið að klára það. Það ekki rétt eins og komum fram í fjölmiðlum að sé bara búið að bíða með signalum í marga vikur að núti, það ekki rétt. Þannig við erum líka með fólk frá okkur að núti sem eru, starfsmenn sem að ég bara í samskiptum við. En bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum hefur ekki græna grun hvenær skipið kemur? Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum hefur ekki upplýsingar það. Nei. Sem ég get látið uppi. En gott og vel, við höfum að segja þetta bráðum gott, en 20 viðbót, pólitíkin í Eyjum og mjaldrarnir. Mjaldrarnir? Hvað að frétta þeim? Heyrðu, það bara ótrúlega spennandi og ég bara svo glöð að fá að segja það að ég ljósi þess að við erum að fá nýtt skip sem mjög spennandi fyrir ferðaþjónustuna. Við erum búin að tala þetta áfall sem orðið fyrir í loðnunni og ferðaþjónustan að verða svona okkar önnur stoð og samgöngurnar hafa verið svolítið flöskuháls þar. En þetta ekki bara nýtt Keikó-rugl? Nei, varstu í Keikó, komstu til eiga það Keikó, varstu einn af þeim fjölmiðlamönnum sem kom. Ég var nefnilega að vinna á hótelið þegar það var, ég tók á móti ykkur. Ég sagði margar fréttir af Keikó. Nei, þetta með allt öðrum hætti, þetta gríðarstaður, þetta ekki hagnaðardrifið þessi hluti, þetta heitir Sea Life Trust, þetta fyrirtæki sem rekur þetta og hluti af Merlin Entertainment. Og það verið að byggja þarna þennan gríðarstað fyrir þessa mjaldra sem á að leyfa hætta að vera sýningardýr og þetta bara alveg rosalega spennandi verkefni og það bara frábært að taka þátt í þetta fyrsta skiptið í heiminum sem þetta gert, þetta fyrsti staðurinn og það alveg gríðarlegur áhugi á þessu projekti sem þeir eru með og það verið að byggja þarna svona þeir kallaða visitor center svo í Sletti sem svona sjávarsafn sem verður þarna það sem eru fiskarnir okkar og fuglarnir okkar í okkar náttúru og svo við þetta kynning á mjöldrunum og svo verður hægt að sjá þá. Þú manst með Keikó að það var verið að kenna honum að fara aftur út í náttúruna. Akkurat. Menn eru búin að sætta sig við það að þessir mjaldrar munu deyja ef þú myndir sleppa þeim. Þannig þetta eins nálagt og þeim raunverulega aðstæðum þeirra og hægt og þeir eru settir þarna út í þetta óbúslega fallega umhverfi og bara fá að lifa góðu lífi út í náttúrunni með aðstoð. Akkurat. En á mælikvarðanum Gullfoss Geysir, hvað verður þetta mikið aðdráttarafl? Ég held þetta verður gríðarlega mikið aðdráttarafl vegna þess að þetta eitthvað sem hvergi til, þannig ég bara vona að þetta verði eitt af þessum 9 heitu stöðum á Íslandi. Já. Að lokum að pólitíkinni, heimæðarlistin við völd í Eyjum. Ásamt Eyjalistanum. Ásamt Eyjalistanum. Pólitíkin að róast? Já og nei. Þetta var löng þögn. Já, þetta var löng þögn. Það eru ennþá svolítið látök. Það eru langir fundir, það mikið bókað og mikið rætt, en auðvitað ber okkur skylda kjörnum fulltrúum, þessum 7 bæjarfulltrúum, að reyna svo við getum að vinna saman. Við vorum öll kjörum fyrir samfélagið. Ríkjandi pólitísk bræða í Vestmannaeyjum? Nei, ekki bræla, það kannski smá vindur. Já. Pussar. Verður heimæðarlistinn áfram í pólitíkinni hann komið til að vera? Já, ég ætla að vona það. Við erum allavega
buðum okkur fram þetta kjörtímabil og þetta hefur gengið vel. En þið ekki bara sama íhaldið? Erum við ekki sama íhaldið? Já. Við erum bara ofsalega vel meinandi og fólk sem þykir gríðarlega vant Vestmanneyjar og viljum gera það besta fyrir þær. Og þið ekkert að leiðinni aftur heim? Við erum bara á góðum stað í dag. Segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjórinn í Vestmanneyjum. Bestu þakkir fyrir að koma á Hringbraut. Takk fyrir. Skiptum hér yfir í aðra sálma. Fréttaþátturinn heldur áfram.